Já, við höfum rætt húsnæðismál mikið hérna við Rauðaborðið og eitt af því sem hefur komið fram að sala á nýjum eignum gengur hægt og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Þeir eru dýrar og kannski ekki svo tegund sem hentaði. En eitt sem hefur komið fram hjá fasteignasölum að það er ótti almennings við það að nýjar byggingar séu ekki góðar. Kannski hljómar það undarlega. En það kann að vera að það sé þannig því að Stefán Hrafn Jónsson sem prófessor í félagsfræðideild Háskóla Íslands, þú gerðir rannsókn sem að bendir til þess að það séu gallar í nýbyggingum. Já, það er rétt. Það kannski, þú minnist á að fólk hafi upplifað að væri mikið göllum í nýbyggingum og það kannski dregur úr vilja til að kaupa nýtt. Það er ein skýringi sem hefur gefin. Sem að fannst svolítið skrítin þegar maður heyrði hann fyrst. Já, en svo ég var að fann að sjá endurtekið fréttir stórgalla húsnæði. Kveikur fjallaði það var allavega RÚV fjallaði blokkinn upp í Borgarnesi og svo heyrði ég af fleiri svona byggingum það sem voru ýmis konar vandamál og ég fór að reyna að kynna mér hversu umfangsmikið það væri. Ég meina eins og við labbaði Kolbeinsstaðamýrina þegar það var nýbúið að byggja þar. Það var kannski bara hverfi risið upp fyrir svona 1-2 árum. Já. Og það voru steypuviðgerðir í því. Ég hugsaði, hvað er í gangi hérna? Þetta er nýtt hverfi og hér er bara steypuviðgerðir og þarna eru steypuviðgerðir. Og ég komst að því að það er ekki til af rannsóknum sem metur umfangið. Og það er náttúrulega væri hægt að gera það með ýmsum aðferðum. Ég sem félagsfræðingur, svo sem myndi ekki fara og banka upp á og taka út ástand steypunar. En við höfum þarna ákveðna aðferð sem er spurningalistaformið og ég setti saman, fékk til liðs við mig öflugan hóp fræðimanna, Víðir Smára Petersen í lagadeild, einn öflugasti lögfræðingur í gallamálum, bæði á vettvangi og í fræðimennskunni, Már Miksa í viðskiptafræðideildinni, Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna og Eyþór Rafn Þórólfsson í Háskólanum Reykjavík, byggingarverkfræðingur. Svo var Arnar Eggert Thorodsson vann með okkur og hringdi meðal annars út. Og við fengum styrk úr ASKI mannvirkjarannsóknarsjóði til þess að meta umfangið. Og við þurftum náttúrulega að leggja upp ákveðna aðferðafræði og lögum upp með það að taka úrtak þriggja árganga bygginga, það með fókeldisárið. Það sem þetta hefði ekki verið gert áður, það þurfti svona aðeins að meta, þú veist, við ákváðum að taka árið 2014, 18, 22, bara til þess að sjá bara hvenar reynslan er komin. Hvernig gallinn þetta koma fram? Já, þetta tekur oft svo langa tíma. Sko. Gerði líka verið að vinnulagi hefði hörnað og gallan orðið meiri á síðari stíðum? Já, við komum að þess að því kannski eftir, en allavega við ákvaðum að einblína á höfuðborgarsvæðið og á fjölbýli þar sem voru fleiri en 5 íbúðir, bara til þess að það væri gerlegt. Við fórum af stað, hringdum og það kom í ljós snemma að það var best að tala við fólk sem var í stjórn húsfélagana. Það er oft fólki sem er að glíma við þessi vandamál. Og við endum á því að heyra í öllum þessu skilgreinda úrtaki. Við fórum bíltúr til þess að hafa upp á þeim síðustu. Stundum eru fjölbýli það sem er engin skráður í símaskrá. En stuttasagana, stundum var þetta ofsalega erfið og bara átakalegu símtöl að heyra sögur af fjölbýli sem er selt nýtt og það kom upp gallar. Sem getur verið áfall fyrir fólki sem er að skuldsetja sig eins og oft er á Íslandi. Þú skuldsetur alveg upp í topp. Algjörlega, já. Og svo er það líka í fjölbýli er það þannig að fólk er með stendum ísjafnlega. Og þetta getur verið mjög erfið mál að eiga við. Við höfum rætt ofta unga fólkið sem er að koma undir fótunum og kaupa á valla fyrir útborgun. Og svo þeir sem að ná því og fá lán og svo bara lottir í hvort að það sé mögulega stór galli sem það er að glíma við eftir á. Þetta er rosalega dálag. Þetta er náttúrulega stærsta fjárfestinga af flestra og ég vil meina að það sé verið að vega að öryggi fólks á heimilum. Það eru dæmi það að fólk þurft að flytja út meðan það var verið að gera við. Það eru þarna 3 aðilar sem eru svona stakeholders. Það eru eigendurnir, stjórnvöldin og verktakarnir.
Eigendurnir hafa afskaplega takmarkað lítið vald og við erum ofta að reyna láta markaðinn bara ráða og leysa ýmis vandamál. Framboð eftirspurn bara leysir þetta. Mín tesa svo að markaðurinn, framboð eftirspurn virkar ekki nema báðir aðilar, allir aðilar sem að viðskiptum koma hafi nægar upplýsingar, aðgengi að nauðsynlegum upplýsingum til að taka rétt ákvörðun. Og þegar hinn almenni borgari kaupir íbúð, þá getum við ekkert, þá höfum við ekki upplýsingar hvernig var staðið að slá upp steypumótum og hvernig var staðið á byggingunni. Og þess vegna setjum við traust okkar á kerfið, það sé eitthvað kerfi sem að ver kaupandan. Og niðurstöðuna það hefur eftirlit með byggingaraðalunum meðan að byggja. En það geti líka verið þannig að þegar ég selðir íbúð að það sé ekki leyndir gallar sem að Já, þá erum við komin ofta að En þarf það að vera galli sem ég að leyna þér þannig að það ekki galli sem ég veit ekki og svo ekki heldur. Það kemur að því að það ákveðnar lagalegar skilgreiningar á göllum og mismunandi eftir aðeins hvort það sé nýtt eða nota Þegar við förum í þessa aðferð að spurja fólk og það upplýsir okkur vandamál sem kom upp og þurft að gera við, þá erum við ekki með einhver lagalega úrskurð hvort þetta sé galli í augum lagana, í skilningi lagana. Af þessum 104 sem við töluðum við, þá voru gallar í 90%. Það var útlagður kostnaður í 40% tilfella. 40 af 100 fjölbýlum þá þurfti að kosta einhverju til og aðeins nýju húsnæði. Aðeins í 4 tilfellum var þetta dómsmál. Dómsmálin eru svo ofboðslega þung og erfið og það er óvíst hvort það komi eitthvað út úr því vegna þess að ábyrgðin er í raun og veru engin. Það er oft sem það eru dæmi að það sem eru byggð fjölbýli, þau eru gölluð. Svo þegar að fara að ganga á eftir bótum frá þeim sem byggði, þá er fyrirtæki bara búið að loka eða mögulega komið í þrot og mögulega sami aðili farin að byggja annað með nýrri kentölu. Þannig að stundar með það að búa til sérstakt fyrirtæki í kringum hverja byggingu og svo fer það bara á hausinn, svipað og meira gera bara í kvikmyndabransanum. Það þekkir svolítið. Ég fjallaði hana að það eru það bil 10% það sem að eigendur segja að það voru engi gallar. Það bil 50% viðbót, það voru einhverju gallar en það var komið og gert við allt. Þannig að það er greinilega töluvert af framkvæmdaraðilum sem sjá sóma sinn í því að gera við og byggja upp reputation og orðspor að þetta séu góðu fyrirtæki sem að gera þetta vel. En hins vegar eru eftir einhver fyrirtæki þar sem þetta á ekki við og þá lendir fólk í miklu vanda. Má ég spyrja hversu mikill vandi þetta er sem að eða voru 10% sem var engin galli, 40% var galli sem að verktakinn gerði við, þá erum við 50% eftir. 40% held ég að hafi sagt að hafi verið farið út í einhverja aðgerðir eða viðgerðir. Hlutföllin, það er 60, 10, 20, 10. Það er 60% það sem var engin kostnaður. Annarkvort engin galli eða það var gert við án kostnaður. 10% þar var kostnaður fjölbýlishússins undir 1 milljón. Og þegar þetta eru 20-30 íbúðir þá er það kannski svakalega slæmt, en jú, vissulega eitthvað. 20 í viðbót er með kostnað upp á 1 til 8 milljónir og svo eru 10 fjölbýli það sem eru meir en 8 milljónir. Þaraf, 8 af þessum 10 segja að það er líklegu viðbótarkostnaður. Það er ekki búið að klára málið. Maður spyrja hvað svona gallar þetta eru sem eru svona kostnaðarsamir? Þetta er bara öll flóran. Það er oft talað rakavandamál, leki, þak, klæðning, steypuvirki. Þetta er svo rosalega breytt frá því að það sé bara ekkert og upp í hátt í 100 milljónir á fjölbýli. Þessar 8 plus, það nær alveg upp í 100 milljónir. Fyrir utan þetta úrtak þá erum við að heyra svakalega sögur af húsum sem eru ekki í úrtakinu. Gallanir eru margskonar.
með einhvern lista, almennt bara frágangur á innréttingum og slíku. Pípulagnir nefndar í 16 tilfellum, gluggarnir í 14, klæðningin og ytri veggi 14, steypaði múr í 14, bílakjallarinn stundum til vandræða í 13 tilfellum, hurðar 13, þakið 11, innréttingar 10. Þetta eiginlega hvað sem Þetta eiginlega hvað sem sko. En eins og segir, breytin svo mikil og hver og einn galli með bara langa sögu. Og það annað sem mjög áberandi í þessu, í þessari könnun. Það hvað tekur langan tíma að fá úrlausn. Sem dæmi, þá get ég sagt að sko af 36 byggingum sem voru fokaldar árið 22, þá eru 7 ennþá það sem sagt að viðgerðir standa yfir. Það kom gallar, það ennþá verið að gera við. Ekki byrjaði að gera við 4 viðbót af þessum árgangi. Og þetta bara ný hús, þetta 5 ára komin hús. Glæni hús. Og fókaldur 5 ára, mann eru eiginlega enn yngri. Já. Og þetta náttúrulega, að mínu viti þetta ekki eðlilegt ástand á markaði. Af hverju þetta svona, heldurðu? Þetta mjög góð spurning og við spyrjum fólkið, veistu hvað klikkaði? Veit hvað klikkaði? Og margir segja eðlilega nei, veit það ekki. Stór hluti sem segir fúsk eða eitthvað slíkt. Þegar ég tala við sérfræðinga á þessu markaði þá svolítið verið að vísa í ýmislegt. Enda sko, þetta náttúrulega ekkert smá mál að byggja upp heilu hverfin og fjölbýli. Ég hef stundum sagt að þetta sé keðja af mörgum þáttum og ef að veikasti hlekkurinn klikkar, þá klikkar eitthvað. Og keðjan þannig stundum í þessum byggingum að þetta eins og hænsnanett, það heldur engu. Það eru undirverktakar og það verið að trítla ábyrgðin niður. Svo kannski klikkar einhver undirverktakinn eða það einhvern veginn yfirsýnin ekki nægilega góð, verkstjórnin ekki nógu góð frá toppnum og þá engin ábyrgur. Og ég held að það sé stór hluti af vandanum. Það sé ábyrgðarlaust kerfi? Ég held að þetta sé svolítið ábyrgðarlaust kerfi. Ég bara taka það fram að það rosalega mikil fagmennska í þessu kerfi. Það fullt af fagmönnum. Það eru opaslega öflugir iðnaðarmenn sem gera góða hluti en kerfið einhvern veginn þeir týna svolítið það eru ómörg dæmi það að fagmennskan ekki metin, það verið að stytta sér leið og redda sér með hlutum sem bara virkar ekki. En eitt geti verið að hið opinbera hefði strangar eftirlit. Það geti líka stytt þennan tíma sem að fólk fær úrlausn sinna mála væri að hið opinbera væri með einhverja svona úrskurðar nefnd sem að geti tekið þessi mál, þannig að þetta ekki að fara einhverja svona tafsama dómstólaleið. Já. Annað sem að þau varst að nefnda aðeina sem að tengjast þessu, það voru eigendurnir hið opinbera og svo verktakarnir, en tryggingafélög. Það má bara segja tryggingafyrirtæki og mögulega fjármálafyrirtæki. Yfirleitt nú verktaka sem fá lán til þess að byggja, til að selja og borga lánið. Og þannig stundum talaði að hár vaxtakostnaður í flýti, ef þú getur ekki fengið góðan, segjum iðnaðarmann, þá færði einhvern sem ekki alveg góður en til þess að klára þetta. Og því að lánið tikkar vexti og þú varst það. Já, og það held ég sé raunverulegt mál að vextinir eru mjög háir á hverjum degi þegar þú ert með stóra upphæðir. En ég velti fyrir mér sko hvaða ábyrgð fjármálafyrirtækin að lána peninga sem þeir hafa yfir að bankarnir hafa í fyrirtæki sem mögulega ætti ekki að vera að byggja húseignir. Það eitt og svo tryggingafyrirtækin. Nú kynntu stjórnvöld breytingar fyrir viku sem meðal annars á að fela í sér að byggingarstjóratryggingin verður felld út. Og ég eiginlega sammála, ég held að hún hafi ekki virkað. Það voru alltaf mörg dæmi það að það fékkst ekkert út úr henni. Hún var sama hvort þú varst að byggja parhús eða 50 íbúða fjölbýlishús. Heyrði einhvern dæmi að fyrsti íbúinn gekk á byggingarstjóratrygginguna, fékk bætur, svo kom hinn og eftir, þá var hann búinn.
Guðfinna lögfræðingur sem hefur sérhæft sig í þessum málum, hún var til viðtals í útvarpi hérna í vor. Þá fullyrti hún að það myndi ekkert tryggingafyrirtæki selja svona tryggingar meðan að skúrkarnir gangar lausum hana, sko. Ég held að þetta sé raunverulegt vandamál, það. En byrju, mætti ekki vera þannig kerfi að þú ert að tala um þessu fyrirtæki sem að standi sér vel, sem að rækta fagmennsku, að tryggingin hjá þeim væri ódýrari heldur hjá þeim sem ekki geta sýnt fram á svona góða sögu. Mætti ekki tryggingafélögin nýta undir sem sagt góða hegðun með þeim hætti? Þeir eru með það í bifreiðatryggingu, með þetta alltaf kerandi á og þá borgar þú væri tryggingu. Þetta kannski lausnin, sko. Jú, mögulega þetta leiðin, sko. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig tryggingafyrirtækin virkar, sko. En þau virka ekki til að vel. Ég hef einu sinni þurft að sækja í tryggingu. Það var í gömlu húsi reyndar. Það sprakk rör eða byrjaði að leka rör. Og það sem ég fekk út úr tryggingunum var ekki fyrir það sko brjóta efstalagið á gólfinu. Áður var grafið niður á rörinu og skipt út, sko. Það var svo lítið sem maður fær. Þau byrja alltaf að segja bara nei við öllu, tryggingafélög. Það nú reynsla margra. Ég held að hluta vandanum, ég held að setja að leysa þetta hluta til einmitt með einhverju tryggingakerfi sem að virkar betur. Ég held að fjármálaöflin mættu aðeins huga því að þetta gengur ekki til lengdar að vera að lána til aðeila sem að byggja ekki nægilega vel. Og ég bjartsýnn á að nýtt fyrirkomulag það sem að byggingarstjórakerfið lagt af og einhverja skoðunarstöðvar, svo lengi sem að skoðunarstöðvar eru óháðar þeim sem að byggja, þá geti það verið til bóta. En svo náttúrulega þarf að draga upp reglunar, hvernig eiga skoðunarstöðunar að sinna sínum starfi. Á bara að vera loka úttekt þegar búið að mála og múra allt, það sem búið að mögulega fela eitthvað fúsk undir, eða á að vera stöð úttekt reglulega. Ég hef ekki séð hvernig það er útfært, en ég gerir það fyrir að það verði útfært vel. En það er svolítið erfitt að þurfa að hafa eftirlit með verktökum eins og þau séu sko síbrotamenn. Það þurfi bara að vera lögga sem að kemur að heimsækja þá reglulega. Það er eitthvað skrítið samfélag. Já, það er það. Þannig þetta lítur að vera eitthvað svona kultúrískt líka. Það er bara eitthvað menningarlegt vandamál. Það hefur eitthvað breyst í byggingarsamfélaginu, held ég, sko. Þegar ég var alast upp fyrir 50 árum síðan, þá var mjög algengt að fólk var að byggja sjálft. Ég er ekki að segja að það hefur verið frábært, sem hefur byggt og ekki nægilega vel, en nú er komið allt annað kerfi og í millitíðinni voru við með sterka byggingarfyrirtæki sem að voru með gott starfsfólk og gerði þetta vel. Svo einhvern veginn er komið núna kerfi þar sem að hluti fyrirtækin er öflugur og aðrir eru bara að reyna að komast sem ódærast frá þessu og ég veit ekki hvað klikkaði. Það er náttúrulega kosturinn við kerfið sem þú ert að vitna til þegar fólk byggði sjálft, bæði bara einstaklingar en líka eins og stéttarfélög og mikið af fjölbýlishúsum sem voru byggðar svona 50-60 voru byggðar af stéttarfélögum og svona einhverjum hópum sem höfðu aftur þess. Þá var náttúrulega sá sem ætlaði að búa þarna, hann var með eftirlitið sem náttúrulega svona tilfinningarlega sterkasta eftirlitið. Þegar það er verið að framleiða íbúðir sem markaðsvöru, þá er náttúrulega endanlega kaupandi ekki aðili að uppbyggingunni. Þú minnist á markaðsvöru. Við erum með útflutningsfyrirtæki sem standa sér alveg með miklum príði á erlendum hörðum markaði, fiskvinnslan sem dæmi, sko. Við flytjum með bíla sem að virka í nokkur ár á lágmarki eftir að þú kaupir þá og þetta er gert með góðum gæðakröfum. Þetta er hvort tveggja. En svo einhvern veginn virðist að allt klikka hjá okkur þurfum að byggja það sem að skipta okkur einna mest máli, íbúðir fyrir fólk. Það sem að fólk veðsetur sig alveg upp á höku og ætlar að labba yfir fljótið í 40 ár og má ekkert út að bregða. Svo kemur eitthvað svona upp á og þú rekur þig í steinvölu í botninum og þetta getur stórkostlegur skaði fyrir fjölskyldur. Algjörlega, en ég bara velti fyrir mér, af hverju geta þessi öflugu útflutningsfyrirtæki gert þetta svona vel? Það vegna þess að það eru ákveðna kröfur, það eru staðlar og þú veist að þú kemst ekkert upp með að bjóða eitthvað drasl sem er ekki vandað til verka.
Það svona ýmislegt í því. Já, en stóru útflutningsfyrirtækin. Margar sögur það að við vorum að selja ekki beint á hæsta verði. Ég meina fiskur okkar fór í svona fiskstauta í grunnskólum og fangelsum í Bandaríkjunum. En grunnhugmyndin sem ég reyna að koma framfæri að það er alveg hægt að gera vel, sko. Mér var sagt frá manni sem fór með saltfélagi saltfisksframleiðenda til Spánar. Já. Og þá kom einn sem var að kaupa þeim fisk, kom til hans og sagði, hvernig stendur á því að þið seljið Portúgalunum fiskir sem við viljum, en seljið okkur fiskir sem að Portúgalar vilja heldur. Og málið var það að Portúgalar vilja hann svona aðeins gerjaðri, hann verður svona meiri saltfiskur og meðan að Spánverjana við hann kannski svona meira saltaður fiskur. Þannig að þetta er ekki alveg sama varan. Og þessi maður fór og skoðaði hver var að selja hvert og þá kom í ljós að það var hærra verð á Spáni af því að það var bara efnahagurinn á Portúgal var lakari. Og það voru þeir sem voru í stjórninni sem seldu til Spánar þóttu þau væri að framleiða vöru sem að hentaði Portúgalunum betur. Þannig að það er alls konar í þessu. En auðvitað er hugmyndi svo að hægt og bítandi að þá ægi markaðurinn vöru framleiðsluna. En það gerist ekki í kaupendahmarkaði á fasturum á Íslandi. Markaðurinn eða við sem erum að kaupa, við náum ekki að aga framleiðsluna. Já, það vantar aga... Það verður bara valdarlaus á markaðum. Já, það algjörlega vantar aga á þennan byggingamarkað. Ég held að það sé alveg ljóst. Ég heyri svo mikið af sögum, fólk að koma til mín og benda mér á hitt og þetta og það er svolítið verið að benda í ýmsar áttir. Meðal annars hef ég heyrt sögur að einhver fyrirtæki flytji inn einhver svona kerfisloft eða eitthvað. En kannski kaupa ekki festingarnar sem hefði átt að vera með og svo er kannski búið að kaupa þetta, það er að hengja þetta upp. Þá er bara iðnaðarmenn sem þurfa að redda sig, sko. Þú getur ekki látið bara bíða og fólki sest ekki niður og bíður í einhverja vikur eftir að sendingin kemur með sömnum eða festingunum, sko. Þannig að það eru svo margir hluti sem geta klikkað, sko. En ábyrgðin er það sem vantar í þetta, sko. Það vantar sterkari ábyrgðarkeðju. Það er alveg ótrúlegt að ég kaupið af einhverju sem hefur byggt að hann geti afhent mér eitthvað sem hefur meingallað og komast upp með það. Er það þannig að því ég spurði hvort þetta verið svo held ég að við vísaði í kvikmyndir að það var að stundu gert þegar þú ert að framleiða mikið þá býrðu til sérstaka kennitölu utan eina kvikmynd og svo annarkot gengur hún upp eða ekki og ef hún gengur ekki upp þá fer þetta fyrirtæki bara á hausinn. En sá sem getur verið framleiðandinn hann er ekki ábyrgður af því að við erum með hlutafélagaform sem er með takmarkar ábyrgð. Þannig að þeir sem þetta fyrirtæki fer bara á hausinn. Og sama geti áttu blokkir, ég geti verið verktaki og átt síðan Blómvellir 2 og Blómvellir 4 og byggt það og svo kemur gall upp í Blómvellir 2, þá fer bara Blómvellir 2 EHF fer bara á hausinn. Ég hef heyrt þetta að sumir gera þetta, sér fyrirtæki fyrir hvert fjölbýli meðan önnur fyrirtæki eru í eiginnafni og En þó með þá takmarku ábyrgð sem eigandinn er ekki ábyrgur eins og í hlutafélögum. Allir ákvarða því, já. Og þessi líka þessi undirverktaka ferli sem virkar ekki. Þetta getur verið eins og ég er að lýsa, en svo getur þetta líka verið á Blómvöllum 2 og þá er undirverktaki með þakið og hann ræður síðan annan til þess að gera eitthvað annað og hann gerir ágallan og þá er það er hans sök og hann fyrir hausinn og snertir ekki Blómvellir EHF 2. Þannig að þetta er eitthvað sem ríkið ætti að skoða til þess að tryggja að þetta sé markaður sem að ber ábyrgð. Já. Það er að meina að hún geti borið ábyrgðina, haldin uppi. Það er nú var að vera að kynna eins og segi fyrir viku síðan nýjar áherslur stjórnvalda í húsnæðismálum, meðal annars út af þessu byggingareglugerðin og það alls saman, sko. Það voru miklar umræður í gær í Silfrinu að þegar lánin stoppa eftir dóm Hæstaréttar og þá var nú einhver sem fjallaði það að ríki bara verður á stíginni var sagt, sko. Og ef ég held ég hafa náðu sér rétt niður, ef að aðilar á markaði treysta sér ekki við núverandi aðstæði til þess að segja til hvernig þeim sé óhætt að lána út, þá verður ríkisvald að stíga inn og gefa út þær vísbendingar. Ég held að mætti nota þessi orð og segja ef að aðilar á markaði treysta sér ekki til þess að byggja á réttan hátt
Kannski þyrfti ríkisvald að stíga inn og gefa út sterkari skilaboðum hvernig þá eigi að gera þetta. Eitthvað í bígerð. Eitthvað í bígerð, en eins og keðjan, hún verður að vera öll sterk. Það ekki bara hægt að styrkja 3 hlekki keðjinu meðan 2 eru kannski í mólum. Þannig að það vantar eiginlega leikreglundar á þessu markaði. En til þess að menn tækju þá umræðu alvarlega, könnunin þín eða rannsóknin, hún næg til þess eða gefur hún vísbendingum að við ættum raunverulega að fara og rannsaka þetta og fá allar upphæðirnar? Ég held að væri rannsóknarskýrsla galla í húsnæði? Ég ætla að vona að þessar niðurstöður sem kom út úr þessar rannsókn nýtist til þess að bæta kerfið. Það ýmislegt sem kemur þarna fram. Þetta náttúrulega allt samtal við fólk sem búin að glíma við mörg ár og stundum eins og til dæmis hús sem eru fókald 2014. Það aðeins fara kannski að fenna í sporin. Aðeins að reyna, við erum bara að lenda þessu, það er spurning hvert við höldum áfram. Ég held að aukna rannsóknir með aukinni þekkingu á viðfangsefninu hljóta hjálpa okkur áfram. Ég held að næstu skref það sé mikilvægt að rýna svolítið vel í þessa ábyrgð sem eru búin að vera tíðrætt hérna í dag. Hvernig stendur á því að fólk kemst upp með að skila af sér verki sem ekki betur en þetta? Og ef að þessi keðja niður á við, ef að það reynist vera orsökin, þá þurfum við einhvern að stoppa það. Við getum ekki boðið fólki upp á það að vera að kaupa, leggja allt sitt í fasteignir sem að haldi ekki vatni. Þú nefndir lánastofnanirnar þegar við talaðum aðeins ríki, hvernig það getur búið til eftirlitskerfi. Lánastofnun sem að lána. Hvernig sér það fyrir þér að þau geti búið ábyrgð á því að þau séu að lána þeim sem að sannarlega hæfur til þess að skila frá sér nothæfri vöru? Ef ég var að stýra útlánu til framkvæmdaraðila þá myndi ég kanna hversu vel viðkomandi hefur staðið sig, hvaða reynslan hefur, hann líklega til þess að skila á sig góðara vöru. Einhvern tíma hlýtur að fara að koma í hausinn á fjármálafyrirtækjum lána til einhver sem getur ekki byggt og hvað stendur eftir? Hann fer og selur það og þú ferð og kaupir og þú fær lán hjá mér eða öðrum banka og þá kemur hann og borgar upp skuldina mína. Ég er að vona til að við getum stoppa það að fólk sé að kaupa handónýtt. Þannig að fjármálafyrirtæki myndi sitja uppi með lán í ónýtri blokk. Ég held að það veri skárra heldur en að selja 20 íbúður til 20 kaupanda. Skárra að þetta setja eftir í bankanum heldur en 20 fjölskyldur færi í rúst með að kaupa ónýta blokk. En eins og þetta í dag, þá bankin raunverulega yngri hættu. Það þarf eitthvað aðeins að breytast til þess að það verði. Eitt væri náttúrulega að láni myndu halda áfram. Þú sem kaupandi myndu bara yfirtaka lánið. Ég veit ekki. Eða væri eitthvað ábyrgð í tengdi, ekki. Ég fengi spurningu af hverju félagsfræðingur að kanna fasteignabyggingar og ég hef ekki lært neina steypufræði eða burðarþol Ég kem inn með þessa nálgun að nota þessar aðferðir og við erum með mjög góðan spyril sem nær að byggja traust strax í samtalinu. Við reyndum aðrar aðferðir. Við vildum gjarna fara út á land. Við höfum bara ekki tíma til þess að keyrðum líka í húsin Sendum til pósti, beðinum að taka þátt í könninni. Það skilaði ekki því sama. Við þurftum að ná fólkinu, byggja upp traust, finna rétt aðilann. Það eitthvað sem við getum úr félagsvísindum náði í. Það þetta samskipti og þessi nálgun að gera þetta út frá sjónarhorni neytandans. Að það sjónarhornið. Við hlustuðum í gær á miklar umræður það sem við verðum að tala um sjónarhorn sveitarfélagana sem skaffa nægilega margar lóðir eða ekki og iðnaðarinn sem byggir nægilega mikið eða ekki. Mér finnst vanta stundum aðeins sterkari nálgun út frá einstaklingum, kaupendum, neytendum.
Og þessi náttúrulega sko traust eitt af megin viðfangsefnum félagsfræðinnar. Þarna sjáum við kerfi þar sem að fólk leggur traust sitt á kerfi þar sem að traustið ekki nægilega mikið sko. Herðu Stefán, ég fyrir okkur sem að kaupa með nýja íbúð. Mælum með því að það eru 10% líkur samkvæmt þér að það sé gallalaust. Kannski 40% viðbót að ég verði ekki fyrir einhverju fjárhagsskaða. Ja, það er eiginlega 50-50 að ég lendi í einhverju vissinni. 40-60 já, sem að þessu. Ég myndi hafa alla varna á og gera fyrirvara. Það var einhvers sem sagði mér að... En þá er það bara næsta seld íbúðin, eða ekki? Þetta er rosalega erfið spurning og ég er eiginlega ekki alveg tilbúin í hana til að svara henni. Ég er ekki með lausnina. Mér finnst, eins og ég sagði henni upphafi, við eigum að hafa kerfi sem ver kaupandann. Og ég myndi segja að við þurfum að bæta kerfið þannig að það virki betur. Einhver sagði við mig, ég ráðlegg öllum að setja fyrirvara í kauptilboðum að húsið skuli ekki leka. En eins og segir þá náttúrulega kannski hætt við því að einhver annar fá þetta. Þetta er mjög erfið staða. Ekki nema verði svona bara almenn vitund fyrirvarana. Það verði sett einhvers staðar sem fólk getur sótt á til þess að setja inn í samningana. Þannig að það verði eiginlega, ef ég set ekki fyrirvaran, þá er eiginlega að segja ég til að kaupa þetta þótt þetta leki sem eiginlega enginn til í að gera, sko. Þannig að það er eiginlega að gera þetta svona almennum. Já, skildu ákvæði í kaupsamningi. Já, til þess. Og þá gæti því fúskarinn, þá myndi hann ekki selja íbúðina sinna. Af því að hann vill ekki selja hana nema með þeim fyrirvara að hún megi leka. Ég held líka að væri gott að skoða íbúð fjölbreyttar aðstæður, ekki bara sko íbúðina. Já, ekki bara þegar enginn heima koma hana þegar fólk að koma heim og vinnu og skóla athuga hvort að hljóðaðingurinn sé í lagi koma þegar rigning sjá hvort að leki inn á gluggana. Það er ekki nóg að sé rigning, það er að vera rigning og með svolítið vind úr tiltekinni átt. Jú, ég veit að það tryggir ekkert þó að leki ekki. Jú. Það er rignir lárétt úr vondri átt. Þetta er risamál, Stefán Hrafn, og takk fyrir að gera þessa rannsókn og vekja athygli á þessu. Þetta er búið að vera í umræðinni og kannski vantar svona að því þetta er svona eins og hersey, fólk heyrir fréttir og stórum málum sem í gangi og svo var þetta komið í það að menn voru að segja að þetta hefði raunverulega áhrif á sölu nýra íbúða, það væri vantraust á meðal almennings af því að maður þekki mann og Jói frændi lenti í einhverju, þannig að allt í einu verður bara að þá þarf kannski að gera það sama og þú ert að vísa til í sambandi við láninu á bönkunum, að ef það er komið eitthvað svona högt út af vantrausti og engin veit almennilega, þá er kannski farið sniðugt að ríki myndi stilla upp kaupsamningum, það sem að væri með svona ákvæðum og kalla það lögformlega kaupsamninga. Ég vísaði í áðan þegar ég ólst upp, ég er 68 módel, við munum báðar eftir alkæliskemmdunum. Þetta var gríðarlegt vandamál í 1970 eitthvað. Þetta var leyst, rannsóknarstofnun byggingarinnar rannsakað þetta. Þau fundu orsökina og þau settu fram leiðbeiningar og það var farið eftir leiðbeiningunum og það hafi ekki verið alkæliskemmdir, það ég best veit lengi. Það sýnir okkur hvað þekkingi skiptir miklu máli og það sé eitthvað svona authority sem að... Við lögðum niður rannsóknarstofnun byggingarinnar. Já, ég held að það hafi verið slæm ákvörðun. Rannsóknarstofnun byggingarinnar var að safna saman þekkingu hvernig er hægt að byggja á þessu landi sem við erum að glíma við rigningu sem kemur til hliðar og upp og alla kanta. Deilaði til iðnaðarins. Núna er það ekki eins öflugt og það var. Það er og það virðist allir það virðist vera svolítið svona lenska við reddum þessu, þetta hlýtur að reddast við gerum bara svona það verið að koma með ný efni alls konar nýjar lausnir sem kannski vottað í Evrópu en virka bara alls ekki hér aldrei verið og það er ekki nægilega vel kerfisbundið haldið utan þess að þekkingu sem skapa Herru, Stefán, kæra þakki fyrir að koma og ræða þetta stóra mál. Takk fyrir samtalið. Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik.
Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is